Finnur á toppnum yfir jólin, síðasti leikur fyrir jól. Þetta var nú létt og lögumannlegt verk, ekki satt? Já, með spilum komum bara sterkir út svona til að byrja með, en náðu kannski ekki að halda við hraðan okkar og í öðru leikum náðu við að slíta mun eins og oft áður í vetur og eftir það var kannski eftirleikurinn auðveldur. 11-0, það ekki við neina kvarta, eða? Nei, það er alltaf margt sem hægt að gera betur en við erum ánægð með stöðunum sem við erum í dag og það er markmið að fara einhvern leik og vinna og við erum búin að gera það hingað til og heldur vonandi bara áfram. Verður eitthvað var við að liðin séu svona að mæta eitthvað svolítið í spariklæðunum, að menn séu að koma grimmari til leiks þegar mæta KR? Já, ég finna mér finnst alltaf liðin mæta til að spila sko, þannig að það hefur ekkert verið finnst mér neinn svona uppgjöf eða neitt svoleiðis í hinu liðinu. Við þurfum að hafa fyrir hver einustu körfu sem við gerum, þannig að það er alltaf engin svona hugsun í okkur að við séum að fara í einhverja létta leiki. Við eilum einbtökum fyrir alla, við byrjum virðingu fyrir öllum aðstæðum. Þið gafst í kvöld tækifæri á því að spila töluvert á yngri leikmönnunum. Nokkur orðum frammistöðu þeirra í kvöld? Já, við vorum með meitamenn, rótringamenn okkar, Björn, Hörður og Finnur voru allir frá vegna meiðsla, þannig að það var gullið tækifæri fyrir ungu strákana að nota tækifærið og mér fannst þetta bara nýtast það vel. Þau komu inn og börðu störku í vörninni og sókninni eitthvað sem mun koma meira sjálfur sér en ef þau leggja sér fram og leggja hart að sér þá er framtíð þeirra. Finnur, áður við sleppum þér inn í jólafríði. Hvernig líst þér svona á þróunina í deildinni þennan fyrir hluta? Bara, ég kvart ekki, hún er fín fyrir okkur en mér sýnist bara að heldur þéttur bakki henni með deildina og sömulegis hana í neðri hlutunum. Þetta er náttúrulega ekki fyrir löngu síðan að það voru 4 lið með 4 stig og öðrum 4 með 10 stig, öðrum 5 eða 6 lið með 10 stig, þannig að keppnin er jafnvel skemmtileg og svo náum við bara að halda okkar striki.